Hafir þú verið íslenskt ungmenni á 9. áratug síðustu aldar, eru mikla líkur á því að þú hafi smittast af undradrengjaæðinu sem að tröllreið landinu. Líkt á jólasveinarnir sem komu til byggða, fóru þessir ungu snillingar að birta þjóðinni hver af öðrum í hinum vinsala barna- og unglingaþætti Kátir krakkar. Fyrstur kom Jón Skorri Ragnarsson sem bjóður þeim ótrúlega krafti að muna nærri öll símanúmer þess tíma. Það var nú bærilega þannig, það voru 2 bækur heima á mér, það var ekki tilnætt af bókum og aldrei til sjónvarp. Það var sem sagt Biblían, sem ég var nú búinn að glugga ansi mikið í á þessum árum. Og svo bara fór ég að lesa sem sagt símaskrána og það sem var feitletrað, það voru alltaf fyrirtæki og stofnanir og ég bara fór bara að læra þetta á minni bara, mér fannst það bara gaman. Það er alltaf dæmis samvinnubóki. Þetta meina aðalbúku? Já, til dæmis. 207. Ekki leið á löngu þar til annar ungur undradrengur kom fram á sjónasviðið. Þetta var hann Unnar Karlsson sem gat jafn hæglega talað aftur á bak og áfram. Afi er góður. Rauðung. Mamma, hún var alltaf vissum að alveg frá því ég fæddist að það var eitthvað að mér og hélt þetta fyrst að ég væri albinói en ég var bara seinna að fá hár. Sko, móðir mín hún trúir ekki á læknastéttina þannig að hún í rauninni, hún greindi mig einhverjan og hún sagði að mér hefði þótt bara mannleg snerting mjög bara óþægileg alveg strax frá því ég fæddist. En ég man það ekki þá, sko. Ég horfi yfirleitt svona rétt hérna hjá gagnaugunni hjá fólki og þá þetta er bara svona bragð sem ég lærði í gegnum tíðina til þess að fólk átti sig ekki á því hvað ég er rosalega einhverfur. Síðastur en alls ekki sístur var hinn ókrýndi fóringi undradrengjana, Hinrik Hinriksson. 9 ára gamall, ég trúi því nú alla, þú ert næstu jafn stór og ég, ef ekki stærri. Já, ég veit það. Já, ég var óvenjulegt barn. Ég var bráðþroska, þroskaðist hratt og upp úr 9 ára aldri var ég 1,70 cm á hæð. Og hvað ertu hár í dag? Ég er 1,72. Já, þetta var skemmtileg blanda. Þeirra hæfileiki snerist kannski vitsmunni á einhvern hátt en mínir hæfileikar voru líkamlegir. Ég var stærri en þeir. Umsjónamenn Kátra krakka fengu drengina 3 í eigin þátt. Þar komu þeir fyrst fram sem undradrengirnir og leystu ýmsar gátur með hjálp ofurkrafta sinna. En það er of hátt uppi. Ég get kannski náð í það. Nimis, ó nei, þetta er aftur á bak. Ég veit hvað þetta þýðir. Hvað er síminn hjá Landsbanka Íslands? Ég veit hvað það er. 27722. Hey, hringjum! Ég hef bara ekki séð strákana núna í, hvað sagði, 25 ár? Það væri örugglega skemmtilegra að hitta á núna eftir öll þessi ári ef ég myndi geta horft í augun á þér. Þú horfðir í augunum mér áðan, alveg áður eða kveikt á myndaðinni? Nei, ég horfi svona hérna hjá gagnaugunum. Það er margar stelpur sem sáu mig í þessum sjónvarpsþáttum og muna eftir mér þaðan og segja þú hefur ekkert breyst. Það var kannski erfitt fyrir þá og þessa litlu stráka hérna sem hverjum megin við mig að þeir voru náttúrulega ekki búin að taka út sinn þroska.